Sterk í mótlæti, hvað einkennir afreksíþróttafólk eftir Arnar Ragnarsson og þetta lokaverkefni í íþróttafræði til BSc-gráðu og henni skilað 2015. Þetta frá Háskólanum í Reykjavík. Inngangur. Sá sem leikur af sannri íþrótt vinnur sér sóma, séra Friðrik Friðriksson. Og þetta tilvitnun frá Þorgrími Þráinssyni. Sú mynd sem dregin upp í fjölmiðlum af afreksíþróttafólki í íþróttum án efa heillandi fyrir flesta og þessir einstaklingar eru baðaðir ákveðnum frægðarljóma. Þessi mynd sem fjölmiðlar sýna af afreksfólki segir þó ekki nema hálfa söguna og varla það. Við sjáum sjaldnast alla erfiðisvinnuna sem liggur að baki afreksárangri í íþróttum. Okkur ekki sagt frá öllu því sem þetta fólk búið að fórna og öll þau tækifæri eða upplifanir sem þetta fólk hefur farið á mis við til þess að komast svona langt. Það sem við sjáum heldur ekki allt hitt fólkið sem lagði í sumum tilfellum alveg jafn hart að sér og jafnvel harðar en nær samt ekki á þann stað sem afreksfólki stendur á. Eðlilega vakna spurningar á borð við hvað það sem veldur því að sumir ná svona langt en aðrir ekki. Það erfðirnar eða umhverfið sem sker úr hverjir ná árangri í íþróttunum eða hverjir ekki. Líklegast haldast þessir þættir í hendur þegar kemur að því að ná afreksárangri í íþróttum. Við stjórnum ekki því genamengi sem okkur úthlutað í vöggugjöf og höfum lítið það að segja hvaða hæfileikar við erum gædd frá náttúrunnar hendi. Umhverfinu getum við hins vegar stjórnað upp að vissu marki í einhverjum tilfellum. Í eftirfarandi ritgerð verður greint frá rannsóknum á því hvað það sem einkennir afreksíþróttafólk út frá tveimur stjórnunarlegum þáttum, íþróttafélagsfræði annars vegar og íþróttasálfræði hins vegar. Rannsóknarspurningin því hvað einkennir afreksíþróttafólk út frá íþróttafélagsfræði og íþróttasálfræði. Þessir tveir þættir skarast þó og geta haft áhrif á hvor á annan með ýmsum hætti. Í byrjun verða hugtökin skilgreind og rannsóknin sett í samhengi við fyrri rannsóknir og þá fræðilegu þekkingu sem þegar til staðar á viðfangsefninu. Einnig verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við gagnasöfnun sem var eiginleg aðferðafræði. Þá verður útskýrt hvað felst í eiginlegri aðferðafræði og hvers vegna sú aðferð var talin best til þess fallin að svara rannsóknarspurningunni. Þátttakendur verður einnig lýst og rök færð fyrir því hvers vegna þau voru valin til þátttöku í rannsókninni út frá ákveðnum viðmiðum ásamt því að greina frá framkvæmd rannsóknarinnar. Í lokin verða svo niðurstöður rannsóknarinnar birtar ásamt umræðum þar sem reynt verður að svara rannsóknarspurningunni. Áður en hafist handa við rannsaka hvað það sem einkennir afreksíþróttafólk nauðsynlegt að skilgreina og átta sig á því á hvað felst í því að vera afreksíþróttamaður í íþróttum. Afreksíþróttamaðurinn, umhverfið og sálfræðileg þættir. Hvað afreksíþróttamaður? Afreksárangur í íþróttum skilgreiningaratriði sem fræðimönnum á sviði íþróttasálfræði og íþróttafræði hefur greint á og ekki enn komin ákveðin skilgreining sem sker úr hverjir teljast til afreksmanna og hverjir ekki. Afreksmenn í íþróttum teljast til sérfræðinga á sínu sviði. Settar hafa verið fram kenningar að einstaklingur þurfi að hafa æft íþróttina með markvissum hætti að minnstakosti 10.000 klukkustundir til að geta talist sérfræðingur. Þó svo að kenningin að það taki 10.000 klukkustundir af markvissri þjálfun til að búa til afreksíþróttamann sé notuð sem viðmið það alls ekki algilt. Talið hefur verið íþróttamenn sem hafa náð frábærum árangri sem afreksíþróttamenn þótt þeir hafa ekki verið nálægt því að uppfylla þessi skilyrði. Eins hafa afreksíþróttamenn einnig verið skilgreindir út frá árangri þeirra allt frá því að vera ólympíumeistarar, atvinnumenn, einstaklingar sem keppa fyrir hönd þjóða sinnar eða þeir sem tilheyra keppnisliði. Þá mismunandi eftir þjóðum hvernig þær skilgreina árangur í íþróttum. Meðan sumar þjóðir meta árangur út frá þeim fjölda íþróttamanna sem keppa fyrir þeirra hönd á stórmótum geta aðrar árangur sinn út frá fjölda verðlaunapeninga sem unnið En önnur skilgreining á árangri skilgreining körfuknattleiksþjálfarans John Wooden. Hann greinir frá því að fyrir honum sé árangur hugarástand sem sé bein afleiðing þeirra ánægju sem felst í því að þú sért viss að þú hefur gert þitt allra besta til að vera eins góður þú mögulega getur orðið.
Eriksson og félagar segja í grein sinni Making of an Expert að til að greina sérfræðing þurfi einstaklingur að standast 3 ólík viðmið. Fyrst og fremst verður sá aðili sem á að teljast til sérfræðings að sýna frammistöðu sem stöðug og betri en annarra í faginu. Þá verður hinn sami að sýna fram á frammistöðu eða árangur sem erfitt er að vefengja. Í þriðja lagi verður að vera hægt að endurtaka frammistöðuna og mæla hana. Samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands er farið eftir eftirfarandi viðmiðum þegar að skilgreina á afreksárangur. Framúrskarandi íþróttamann eða flokk er þá fyrst að ræða þegar einstaklingur eða flokkur skipar sér með árangri sínum í fremstu röð í heiminum. Afreksmaður er hver sá íþróttamaður eða flokkur sem stenst ákveðna viðmið í viðkomandi grein. Þá hefur afreksárangur í íþróttum einnig verið skilgreindur í aðalnámskrá framhaldsskóla en þar segir að afreksmaður teljist sá sem valinn hefur verið í unglingalandslið eða landslið viðkomandi íþróttakeppnis, list eða starfsgreinar eða sá sem hefur verið valinn til þátttöku og eða undirbúnings fyrir Norðurlandamót, Evrópumeistaramót, heimsmeistaramót, ólympíuleika eða önnur sambærileg mót í sinni grein. Þau viðmið sem Eriksson og félagar setja fram er töluvert frábrugðin þeim sem Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og aðalnámskrá framhaldsskólanna greinir frá. Eriksson og félagar leggja meiri áherslu á frammistöðu íþróttafólks og hún sé stöðug, mælanleg og betri en annarra á meðan íslenska skilgreiningarnar leggja áherslu á að keppt sé á alþjóðlegum mótum fyrir hönd þjóðar sinnar. Þessi viðmið eiga það þó sameiginlegt að til að vera valinn í landslið eða vera beðinn að keppa fyrir hönd þjóðar sinnar þarf einstaklingur að vera betri en samlanda sínir í íþróttinni. Þar af leiðandi þarf sá hinn sami að sýna frammistöðu sem er betri og stöðugri en annarra í greininni. Ljóst er að til þess að vera afreksmaður þarf að margra ára markvissa þjálfun þar sem þrotlausar æfingar og mikið líkamlegt og andlegt áreiti er viðvarandi í langa tíma. Margt getur haft áhrif á það hvort einstaklingur nái afreksárangri en einn af þeim þáttum sem talinn er að geti haft mikið áhrif á hvatningu og frammistöðu íþróttamanna er umhverfið sem þeir lifa og hrærast í. Umhverfið. Rannsóknir á því hvað hefur áhrif á eða mótar afreksíþróttamenn hafa hingað til verið þríþættar og skipt í makró-, meso- og míkrórannsóknir. Makrórannsóknir fást við það sem getur haft áhrif á mótun afreksmanna í íþróttum í sem víðustu samhengi, þar sem skoðaðir hlutir á borð við fólksfjölda, menningu, stjórnmálastefnur og fleira. Mesorannsóknir fást við þá hluti sem hægt er að hafa áhrif á út frá íþróttastefnum og áætlanagerð. Míkrórannsóknir rannsaka þá þætti sem standa hvað næst íþróttamanninum, hvernig erfðir og umhverfi hafa áhrif á mótun hans og árangur. Rannsakendur hafa lengi velt því upp hvort vegi þyngra erfðir eða umhverfi þegar kemur að því hvað ákvarðar hver verður afreksmaður og hver ekki. Hversu mikið íþróttamaður getur bætt sig er bæði háð þeim genum sem hann fékk úthlutað í vöggugjöf og umhverfinu sem hann lifir í. Þessu sambandi verður best lýst á þann hátt að genin ákvarða hversu stór karfan er á meðan innihaldið veltur umhverfinu. Umhverfið getur haft áhrif á frammistöðu íþróttamanna út frá míkrósjónarhorni í gegnum svokallaða félagsmótunaraðila sem standa hvað næst íþróttamanninum. Þessir félagsmótunaraðilar eru fjölskyldan, þjálfarar, vinir og jafningjar. Félagsmótunaraðilarnir hafa áhrif á íþróttamennina bæði beint og óbeint í gegnum samskipti, hegðun og þann lífsstíl sem þeir tileinka sér. Félagsmótunaraðilarnir geta með þessum hætti haft áhrif á sálfræðilega þætti einstaklinga sem geta bætt frammistöðu og aukið líkur á afreksárangri í íþróttum. Fjölskyldan. Félagsmótunaraðilar eins og fjölskylda, vinir og þjálfarar geta haft mikil áhrif á hvatningu og árangur íþróttamanna. Í byrjun er það fjölskyldan og foreldrarnir sem skipta mestu máli. Þegar íþróttamaðurinn er unglingsaldri hafa vinirnir og þjálfararnir meiri áhrif. Fjölskyldan spilar stórt hlutverk í félagsmótun einstaklinga varðandi það munstur sem þeir tileinka sér þegar kemur að hreyfingu og íþróttum. Áhugi foreldra á íþróttum, stuðningur þeirra og hvatning hefur mest áhrif á það hvort einstaklingur byrjar að æfa íþróttir. Einnig getur skipt máli að einstaklingur hafi heilbrigðar fyrirmyndir innan fjölskyldunnar sem stunda íþróttir. Einstaklingar eru líklegri til að ná afreksárangri í íþróttum eftir að eiga foreldra sem hafa náð afreksárangri.
Í gegnum uppeldið og það umhverfi sem skapað í kringum þau þá læra þessir einstaklingar hvað þarf til að ná afreksárangri í gegnum hegðun, viðhorf og gildi foreldranna. Það skiptir mestu að einstaklingur læri að til að ná árangri og verður að leggja hart að sér en að leið sé þeim gefið ákveðið sjálfræði og sjálfstæði til að velja það sem þau hafa áhuga á. Á yngri árum iðkenda skiptir miklu máli að þeim finni að foreldrar þeirra taki á einhvern þátt í íþróttastarfinu og sýni þeim hlýju og stuðning. Þegar þessi stuðningur til staðar upplifir einstaklingurinn meiri ánægju af því að stunda íþróttina, hann öðlast almennt meira sjálfstraust og tilbúnari að takast á við keppni. Þetta eru þeir sálfræðilegu þættir sem foreldrar hafa möguleika á að móta og sem geta haft áhrif á afreksíþróttaárangur. Hvatning foreldra virkar best þegar lögð er áhersla á að iðkandinn hafi gaman af íþróttinni, geri sitt besta og leggi sig fram fremur en að öll áhersla sé á sigur eða vera bestur. Þá eru þeir íþróttamenn sem koma frá efnari fjölskyldu líklegri til að afreka og einnig þeir sem alast upp við það hafa báða foreldrarnir hjá sér. Foreldrar og þjálfarar geta einnig haft mikil áhrif á iðkendur í gegnum endurgjöf á þá frammistöðu sem iðkendur sýna. Sýnt hefur verið fram á að jákvæð endurgjöf þessara félagsmótunar aðila getur aukið hvatningu iðkenda meðan neikvæð endurgjöf dregur í flestum tilfellum úr hvatningunni. Neikvæð endurgjöf frá þjálfurum eða foreldrum getur í sumum tilfellum haft hvetjandi áhrif þar sem iðkendur ætla að afsanna það sem sagt var við þá og sýna fram á að þeir geti bætt sig og orðið betri. Viðeigandi endurgjöf getur auðveldað nám og hjálpað iðkendum að læra nýja færni, viðhaldi áhuga og auki hvatningu. Þá er það fyrst og fremst hlutverk þjálfaranna að veita leiðbeinandi endurgjöf varðandi frammistöðu iðkenda. Þjálfarinn er talið skipta mestu máli þegar kemur að hvatningu sem bætir gæði frammistöðu íþróttamanna. Að hafa aðgang að góðum þjálfara getur skipt miklu máli í mótun og uppvexti afreksíþróttamanns. Hæfileiki þjálfarans til að skapa umhverfi þar sem kjöraðstæður fyrir nám og bætingu eru fyrir hendi hefur áhrif á það hvernig íþróttamaður þróast. Þjálfarinn sér formlega þjálfun og að kenna þau gildi sem liggja til grundvallar í íþróttinni. Það er hlutverk þjálfarans að skapa umhverfi sem er vænlegt til náms þar sem að mistök eru viðurkennd sem hluti af því að vera betri og að vaxa á jákvæðan hátt. Að búa til afreksíþróttamann getur í sumum tilfellum kostað margra ára þjálfun, mikla vinnu og ýmsar fórnir. Þá er eins gott að tímanum við æfingar sé vel varið og að þær séu markvissar. Með markvissri þjálfun er átt við að einstaklingur sé annað hvort að bæta eitthvað sem hann kann fyrir eða læra nýja færni. Það magn af tíma sem varið er í markvissa þjálfun er einn af þeim þáttum sem skilur á milli þess hverjir eru afreksíþróttamenn og hverjir ekki. Afreksíþróttamenn hafa þá ekki einungis varið lengri tíma í markvissa þjálfun heldur er einnig munur á gæðum æfingana og hversu vel þær eru sniðnar að þeirri íþrótt sem einstaklingur stundar. Rannsókn sem gerð var á afreksræðurum og þjálfurum þeirra sýndi fram á að það sem þeim fannst skipta mestu máli varðandi þjálfunina var góð áætlunargerð þar sem tekið var tillit til fyrirbyggjandi þátta, að skapa jákvætt og hvetjandi þjálfaranum umhverfi, að leiðbeina varðandi viðeigandi markmiðssetningu, að byggja upp sjálfstraust íþróttamanna, að kenna færni á skilvirkan hátt og gera sér grein fyrir einstaklingsmiðun í þjálfun og eiga gott samband við hvern og einn. Þá hefur framúrskarandi þjálfun oft verið lýst sem einhvers konar heimspekingum. Gary M. Walton tekur saman í 7. kafla bókar sína Beyond Winning 10 mikilvæga þætti sem einkenna framúrskarandi þjálfara en þeir eru skuldbinding eða að heilindum einstaklingsins, gildum og persónulegum vexti. Mikil hugsuður sem lítur frekar á sig sem kennara þjálfara. Vel menntaðir á víðu sviði þekkingar. Að skuldbinda sig gagnvart íþróttamönnum til langs tíma og því sem snýr að þeim. Eru viljugir til að gera tilraunir með nýjar hugmyndir, meta samband við iðkendur mikils, sigur er aukaatriði, skilja og meta mannlegt eðli, að hafa ánægju við íþróttinu og starfinu sínu, eru heiðarlegir og búi við sterkum persónuleika, eru mannlegir og því ófullkomnir.